Vaxandi áhugi á rafíþróttum hefur líklega ekki farið fram hjá mörgum og eftirspurnin eftir rafíþróttadeildum mikil víða land. Það þó í mörg horn að líta þegar stofna á nýja íþróttadeild og töluverður kostnaður sem fylgir því að kaupa nauðsynleg tæki og tól. Vopnfirðingar vita þó að margar hendur vinna létt verk og það nú unnið að því að stofna rafíþróttadeild í samstarfi við björgunarsveitina og samtvinna æfingarnar með því ungliðastarfi sem þar fer fram. Til að byrja með mættu iðkendur með sína eigin tölvur, en samfélagið hefur nú tekið höndum saman og styrkt deildina með tækjakaupum. Þórhildur Sigurðardóttir, verkefnastjóri frístunda og æskulýðsmála á Vopnafirði, í forsvari fyrir verkefnið. En hvernig kom það til að hún lagði á stað með það að stofna rafíþróttadeild á Vopnafirði? Eftir samtal við krakkana, þá bara þau hafa talað með þeim langi til þess að gera. Og svo þetta eitthvað sem hefur verið bara núna, þetta að aukast út allt. Og þetta eiginlega bara samtal við krakkana og við ætluðum að reyna að gera samstarf. Ég var búin að bjóða Einherja að vera með mér í samstarfi. Þeir treystu sér ekki í þetta núna, þannig að vonandi bara kannski gera það næsta haust eða eitthvað. En þannig ég fekk björgunarsveitina til að vera með mér. Þannig að þau eru að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að við erum líka að virkja unglingadeildina, þannig að það er bara geggja skemmtilegt. Skiptir það máli að koma í skipulagt starf þegar þú ert að stunda rafíþróttir frekar en að vera heima í tölvunni? Já, það skiptir, það er bara félagskapurinn líka. Þau eru komið og eru að spila, þá eru líka fíblast og gera svona ýmislegt þó þau talið saman og svona þeir eru heima. Það er bara öðruvísi með svona rafíþróttadeild því að líka það er hreyfing og þannig þau eru að gera eitthvað skemmtilegt líka annað heldur en bara að vera í tölvunni. Þú talar þessa hreyfingu og þar kemur inn í þetta samspilið við björgunarsveitina líka. Þar útivera og alls konar sem hún að blanda inn í þetta. Já. Þannig að þau fá alveg hellingur út því að fara þangað. Eða ég veit að það bara geggja skemmtilegt. Ég til dæmis var bara að skoða myndir í dag. Það því ég var að fara að setja auglýsingu fyrir krakkana til að minna það á þetta. Og þá fann ég einhver vídeó sem voru tekin fyrir einhverjum örugglega vera 10 árum síðan. Þá voru þau í alls konar skemmtilegu sko. Unglingadeildin ekki búin að vera alveg virk, ekki nógu virk allavega, nú 2 síðustu ár. En núna allavega verður þetta í þessu framhaldi, allavega einu sinni í mánuði. Hvernig hefur þið gengið að setja þig inn í þessi mál þegar þú ert ekki sjálf mikið að spila tölvuleiki? Ég bara tala við krakkana, það er bara aðalmáli, að eiga að spjalla við krakkana. Svo ég reyndar dóttir sem er líka mikið í tölvum. Og hún kannski segir mér aðeins til. En annars, þau aðalega bara kannski spjallaði með krakkarnir. Ég veit alveg hvað þau hafa áhuga að gera. Þannig að það líka alltaf fast. Það er kveikt á tölvunni þau eru mæta á kvöldin. Og það er alltaf einhverjum sem fara að spila og svona. Og svo hafa líka foreldrar haft samband við mig. Hvort að við höfum eitthvað spáði að vera með svona deild. Þannig að það hjálpaði til að ég ákvað bara að fara í þetta. Og ég er búin að fá hellingsstuðning frá foreldrum. Þau bara eru mjög ánægð með þetta. Af því það eru margir sem hafa engan áhuga á öðrum íþróttum sko, sem vilja kannski bara fá að vera í tölvunni en fá samt hreyfingu og annað út úr því líka með að vera í svona deild. Hefur þú lært eitthvað sérstakt á þessu? Hefur þú öðrast einhvern aukinn skilning fyrir þessu sem íþróttagrein? Já, ég var einmitt maður var kannski tuðandi, ekki vera alltaf í tölvunni, hangandi í tölvunni og svona. En þau bara að fá miklu meira út úr þessu. Og ég held að maður að því maður ekki sjálfur í þessu og svo þegar maður sér bara þegar þau eru og þau eru að tala saman eins og til dæmis þegar við vorum með rafíþrótta á móti daginn. Þá sátu þau og voru að tala. Það er bara svo margt í kringum þetta sem þannig ég get alveg skilið. Þau náttúrulega fá líka útrás þarna fyrir, þetta eru bara jákvæðar íþróttir eða jákvæðar frístundir að taka þátt í svona, finnst mér allavega. Hvernig sérðu þetta verkefni þróast? Þú talar að samfélagi kemur inn og styrkir ykkur. Þyrfti ekki að koma inn þjálfari? Eða hvernig sér þetta svona þróast á næsta árum? Jú, ég til dæmis, en núna þá er ég sérst að fara að ráða manneskju til þess að vera sem verður þá í með hlutastarf hér og heldur líka utan með rafíþrótta. Og svo manneskja sem kemur til með að vera með það náttúrulega hafa áhuga og kunna á þessa tölvuleiki. Og helst náttúrulega vera svolítið í íþróttum. Og vonandi í framhaldinu þá bara verður þetta deild innan íþróttafélagsins. Þá náttúrulega kemur þjálfari
sem er náttúrulega með æfingar og annað, ekki sem er þá bara tengt tölvu, sko. En þetta er alltaf byrjun hjá okkur og við bara vonandi þróast þetta bara í að það verður opnum deild hérna bara næsta ára eða næsta vetur eða eitthvað, vonandi.